Já, þá komið að leikhúsi. Ég var sendur í Tjarnarbíó að horfa á Jónsmessu nætur draum eftir William Shakespeare, gamlan höfund, og fór á það og hingað komir góður hópur aðstandenda þeirra sýningar. Það hérna Rakel Ýr Stefánsdóttir sem leikur í sýningunni, Snæbjörn Brynjarsson sem leikhússtjóri, Kristín Þorsteinsdóttir sem leikur, Mari Ellingsen sem leikstýrir og Heiðdís Hlynsdóttir sem leikur. Verið öll velkomin. Takk fyrir. Þetta var aldrei skemmtilegt, en fyrst kannski að spyrja hvað verið að setja upp þetta gamla leikrit? Góð spurning. Ég meina, af hverju þessi saga sem var skrifuð fyrir 400 árum ennþá og relevant í dag? Hún fjallar náttúrulega ástina og hvernig hún margslungin og flókin og ég veit ekki með ykkur en ég allan hef ekki ennþá fundið út úr í hvernig ástin virkar eða hvernig maður getur látið einhvern elska sig eða hægt að elska sig eða ég veit ekki. Mér finnst hún relevant. Fólk notar nú alveg svindl þarna? Já, þau nota töfra. Já. Ekki nota töfra. Verður fyrir töfrum. Verður fyrir töfrum. En þetta ástina? Þetta leikrit sem fjallar ástina og þetta vinsælasti og ástsælasti gamanleikur Shakespeares og eitt vinsælasta leikrit allra tíma og sett upp ótrúlega oft, sérstaklega með hvað gamalt. Já, en Snæbjörn nú með tölur í samt það. Ég tók saman smá tölfræði yfir þetta, eða svona fann gegnum skemmtilega vefsíðu shakespeareanswers.com sem að fylgjast með svona í hinum enskumælandi heimi. Og það verið að leika þetta núna bara? Já, það bara nokkrum stöðum. Það verið að setja upp Jónsmessu nætur draum á nokkrum stöðum núna akkurat í augnablikinu og síðan þeir byrjuðu að halda tölfræði yfir þetta þá sem þetta ekkert fyrir svo löngu síðan, það svona 1 áratugur eða svo, þá þeir búin að telja 190 uppfærslur í atvinnuleikhúsum og það miklu meira en hinn Shakespeare leikritinn það sem kemur næst kannski eftir Hamlet og Rómeó og Júlía og svo og svo þessi frægustu konungaleikrit Macbeth og Ríkharður III og svona en Jónsmessu nætur draumur sett upp alveg örugglega í 9 til 20 uppfærslum árlega í einhverju stóru atvinnuleikhúsi einhvers staðar og þá maður náttúrulega ekki að telja alla áhuga leikhópana sem myndu ekki teljast með í þessu? Já, ég veit ekki hvort að við myndum teljast með náttúrulega þeir gögnin á Íslandi berast mjög sjaldan í svona tölfræði þetta náttúrulega bara að taka ákveðin lista af leikhúsum í hinum enskumælandi heimi en ég svona með grunnar að svona heilt yfir líka bara á þýsku og fransku og annar staðar í það sem þeir að setja upp bara svona vestrænt leikhús eða það sem Shakespeare vinsæll þá sé Jónsmessu nætur draumur vinsælasta leikritið og þetta líka það leikrit sem hefur oftast sett upp eftir Shakespeare á Íslandi. Þetta vinsælasta leikrit í heimi? Þetta náttúrulega bara að gegja en það bara líka því það svo ótrúlega skemmtilegt ekki sammála. Það eiginlega spurningin hver þetta svona, hver galdurinn þetta? Við þetta leikrit? Ég veit ekki, ég held að það sé kannski bara að það svo margt í því sem fólk getur tengt við, hvort sem það þá ástin eða haturinn og það náttúrulega þunn lína þar á milli og einhvern veginn þessi galdrar og tengslinn við móður náttúru og ég meina Íslendingar og álfarnir og ég veit ekki, mér finnst einhvern veginn svo margt sem hægt að tengja við á sinn hátt og maður getur leikið sér líka svo mikið með leikritið. Þannig eins og ég man ekki, það var einhver gagnrýni þar sem hann verið að minnast á að hvernig Jónsi gerði óperun munið eftir þessu. Það var eitthvað svona hvernig hans ferðalag var og afbrýðsemin var í þessu leikriti versus aðrar uppsetningar. Það hefur aldrei sést áður allavega hjá þessum gaggrínanda hjá þessum gaggrínanda og það einhvern veginn það hægt svo mikið að leika sem með þetta. Þetta líka svo mörg leikrit í einu leikriti. Þú ert með álfana, þú ert með handelsmennina, þú ert með elskenduna sem svo allt öðruvísi hver fyrir sig og síðan þú ert komið með nóg mikið af ástsjúkúlingunum að þá koma handelsmennir inn og þú ert komið nóg af þeirra fíblátum að þá koma álfarnir inn með allt annað einhvern veginn bragð. Þannig að þetta svo ótrúlega vel skrifað upp á það að
áhörðunum leiðist aldrei, það er alltaf eitthvað nýtt að koma og eitthvað ný innkoma af eitthvað, skemmtilegu sko. Snjall höfundur. Svolítið. Við erum kannski að tala svolítið eins og fólk viti hvernig þetta leikrit er. Þetta leikrit semst bara svo að því að ég er hérna leikstjórinn, þá leikritið byrjar á því að það er ungt fólk sem að elska hvort annað og þau fá ekki að giftast. Feðraveldið bara bannar þeim það, pappin vill að stelpan giftist öðrum og hertoginn segir bara pappin ræður og það verður til þess að þau tvö flýja út í skó. En svo er líka annað par sem að því miður elskar ekki hvort annað, af því að strákurinn úr því pari elskar konun úr hinu parinu og hún elskar hann og hann elskar hann og hann, þetta, þú veist, og hann má ekki giftast henni. Þetta verður svolítið svona vitleysa hjá þessu unga fólki sem að langar að ná saman og þau flýja út í skó og flýja lögin og flýja reglurnar. Og þegar þau eru komin út í skó að þá eru þau náttúrulega komin út úr forminu og út úr kassanum og eru komin út í náttúruna þar sem að gilda allt önnur lögmál. Það er komin út í kaosið, út úr reglunni. Já, algjörlega. Og þar ráða álfarnir ríkjum en þar er líka ástin í annarri mynd. Þar er og ég bendi á Heiðdísi því að hún er álfadrottningin. Þar er álfakonungur og álfadrottning sem er búin að vera gift í mörg þúsund ár. Og það er bara trouble in paradise þar. Eins og allir vita sem að reyna að halda sambandi gangandi í nokkra áratug. Nákvæmlega. Það endar alltaf að stirna þess. Það er hægt að vera ungur og ástfangin og vitlaus og svo er hægt að vera búin að vera rosalega lengi og sambandi orðið kannski pínu slitið og komnir alls konar brestir í það. Þannig að þau eru í bara hjónabandsvandræðum þegar við kynnumst þeim. Já, þau eru búin að svona opna sambandið. Já, þau eru bara svona búin að opna. Margir hafa prófað það. Þau eru búin að opna sambandið og þau eru rosalegri valdabaráttu og álfakonungurinn er búin að fá sína hægri hönd sem er Búkki, sem er eitt skemmtilegasta hlutverk leikbókmenntana, þessi ótrúlegi álfur, til þess að koma með sér í lið, að finna töfraplöntu til að byrla drottningunni til þess að hún láti á stjórn. En þá berast þessir ungu elskugar úr Aþenu inn á völlin hjá honum og hann byrjar að hugsa, fyrst ég er að þessu, þá get ég nú líka alveg eins reynt að leiðrétta þetta púsl hér, þannig að réttur maður elskar rétta konu og svona. Nema að álfurinn Búkki, hann er hrekkjóttur. Hann er hrekkjóttur. Hann er hrekkjóttur og hann ruglast, þannig að þetta verður bara verra. Þetta verður allt bara verra. Þannig að sá sem að elskaði rétta konu, hann er farin að elska aðra konu og þetta er allt komið í vitleysu. Og síðan flettist inn handvarsmenn sem áttu verið að æfa leikrit sem sagt fyrir brúðkaup hertogans og þeirra ásti kannski bara á listinni. Þeir vilja spreyta sig í listgreinum og þeir æfa. Og svolítið sjálfur sér líka? Já, svolítið sjálfur sér sko og þeir fóru út í skó að æfa og þá fléttast inn Búkki aftur og breytir einum þeirra í asna og síðan byrjar astnin að álfadrottningin að elska astnan og þetta fer bara í rauninni á bara í mesta flækjustig bara, algjört flækjustig og síðan leysist úr því endanum náttúrulega. Þannig að þetta verður alveg farsakent á köflum en samt með svona djúpum undirtón Shakespeares og ótrúlega listfengi í textan og svona, en þetta er svona söguþráðurinn þannig að þá er það komið á hreint. Auðveldur, skýr og gengur upp sem bara saga og gleðileikur. Já, algjörlega. En þið talið að þetta vísi yfir eitthvað sem er raunverulegt eins og ástir og öflun að elska en ekki verið elskaður sem er sárt. Já, það er hárrétt. Og fá ekki elskast. Já. Sem er víst líka sárt. Það er flest sárt við ástina þetta. Svona þegar hún er upp á sviði því að það er eiginlega vellukkuð ást dugar ekki í marga þætti Nei, þetta verður svona dramatísk spenna Þetta er svolítið svona eins og Rómeó og Júlía, para flýja og með ekki ná saman sem gæti alveg verið svona uppskrift af harmleik en enda bara vel. Já, svo það er mjög vinsæl kenning að þetta hafi verið skrifað fyrir brúðkaup því að svo enda náttúrulega sagan af því að handverksmennirnir eru að flytja verkið inn í brúðkaupi og þetta eru svona margir hlutur sem maður sér í fleiri verkum eftir Shakespeare, það er skemmtilegt að hann skrifar oft leikrit inn í leikriti og þarna er margir að spekulárið yfir hvað handverksmennirnir eigi að tákna hvort hann sé að skrifa einhvern annan leikhóp sem hann er að skjóta á eða er hann að skjóta á sjálfan sig eða er hann að bara gera lítið úr þessu handverksmanna leikhúsi sem
var svona, eru eiginlega svona fyrirrennarar atvinnuleikhússins í Bretlandi. Já, gaman. Rakel, þú hefur verið í nokkrum verkum Shakespeares. Jú. Hvernig finnst þér munurinn? Jú, munurinn er Þú varst í skoska leikritinu, við leikarar þorum alltaf að segja Nei, einmitt nafnið af því leikriti. Macbeth sem er Jú, ég var fyrsta nord þar og það var ótrúlega skemmtilegt ferli og alveg ótrúlega gaman að takast á við Shakespeare. En það er líka svona frjáls túlkun hvernig þær eru leiknar. Já, eins og eins og álfurinn, jú, ég það er annar heima verur, það þýðir ekki að leika þetta venjulega. Já. Þetta er orðið þitt specialty. Þetta er mitt specialty og ég er svo þakklátt að fá að vera bara þar, það er ótrúlega skemmtilegt. En það var mjög þungt alveg að því að líka bara það er svolítið svartur harmleikur og meðan þetta er mjög mikið ljós í þessu. Og bara umfjöllunarefnið þar er stríð og það líka bara fyrst og fremst er svo nálægt okkur. Þannig að Norðurnar eru ekki alveg í stríðinu, það eru bara planta þessari hugmynd. Það eru að planta hugmyndum og getur við gert alla geðveika með þessu. Já, það er Ég held að þú er eftir að vera forseti. Já, það bara fyrir eitthvað í gang. Eru Norðurnar ekki með fake news bara? Jú. Þær eru að búa til þess konar raunveruleika. En það er svolítið gaman að þú skuli fara úr því að leika norn yfir að leika álf. Já. Og margir sem eru búin að sjá Rakel leika þennan álf finnst bara eins og hún sé bara ekki með sama þyngdaraflið hafi bara ekki sömu sé ekki einn sterkt lögmál í hennar lífi þannig hún bara svona einhvern veginn purast og fyrir. Það var einhver sem sagði líka bara hún var ekki viss hvort að einn álfurinn hafi verið manneskja manneskja og það var allir tíma bara hvað er í gangi hvernig getur hún aðeins því sem getur flogið þannig að það er ótrúlega skemmtilegt skapanornin er eitthvað vel með mér í liði þannig í búka það er Ég fjallar svolítið leikhúsina og ég tek þannig að ég veit ekki leikhús og svona, en ég tek bara svona erindi í verkana og segi bara þetta, ég meina þeir að setja þetta upp og þetta er bara innlegginn í samfélagsumræðinu eins og hvað annað, eins og listin á að vera þannig fjöllum við bækur og leikhús og myndlist og svona, þannig við erum ekkert að fjalla það einhverju sér hólfi. Er eitthvað erindi sem þetta verka á fyrir utan bara galdurum við að geta setta upp sem á við í dag? Kristín framleiðir verkið, hvað er þetta heldur þú? Já, mér finnst það. Þú talar að það vísi til þess að kannski endilega snuðt að vera í opnum samböndum? Ég hef ekki prófað, þannig ég get ekki með dæmt. Ef ég prófa eitt þá get ég komið og reporta tilbaka. En nei, ég bara, þú veist, á þeim aldri sem ég er á stað í lífinu núna, að þá les ég verkið og ég tengjur svo mikið við karakterinn sem ég leik og við handverksmennina líka mörguleiti svo sem. Sem er konu með ófullnaða ást. Já, einmitt, það er hún, passar. og ég, þú veist, svona, ég tengi kannski mest við, þú veist, ungu elskvölduna og síðan eru kannski fleiri sem tengja við aðra karaktera, en mér finnst bara einhvern veginn, ég man eftir að lesa þessar senur og finnst bara eitthvað svona, finnst það svo ótrúlega spennandi hvernig það bara fyrir að taka á við þetta mál, bara ástina, bara face first og bara verða að kanna þetta frá alls konar sjónarhornum. Og mér finnst það bara alltaf við, mér finnst það eiga við í samtímann sko. Og mér finnst líka bara upp á þeim komnum sem koma í leikhúsi að fá að spegla sig eins og þeir spegla sig í þeim karakterum sem þeir tengja við, þú veist. Mér finnst ekki þurfa endilega alltaf að ýta meiningunni á áhorfendur, þú veist, mér finnst áhorfendur alveg mega tengja við það sjálfir og mér finnst það líka svona eitthvað sem við hefum gert með þessu uppsetningu er að bara svona, hún er svona stráng heiðarleg, þú veist, tókum bara textan og þessa frábæri þýðingu Þórarins Eldjárns og við bara fundum hvað í henni tengjum við og lyftum því, en við erum ekkert verið að búin að breyta neitt svo miklu, við erum ekki búin að setja neitt konsept ofan að það sem er oft gert, sem getur verið mjög flott, en okkur fannst svolítið spennandi bara að leyfa verkinu að anda, þú veist, það er margir sem hafa ekki séð þessa uppfærslu, þessa sýningu og leyfa sögunni svolítið að lifna við á þann hátt sem hún er skrifuð. Þannig mér varst þetta mjög spennandi við þessa uppfærslu. Ég myndi segja, sko, fyrir mig að fá þetta í hendina sem leikstjóri, mér fannst það svona mikil ábyrgð
og var að hugsa, þú veist, þurfum við að setja okkur í svona samhengi við heiminn og hvað að gerast við í heiminum, en þetta bara mjög mikið innra heiminn. Þetta bara innra líf og þú veist, þetta með að þrá að vera viðurkenndur, að vera séður, sársaukan yfir að vera hafnað og vera útskúfaður og þú veist, eins og hjá hjónunum misskilningur, að þau ná ekki saman og skilja ekki hvort annað og svo hann að fara bara yfir og hvað ætlum við að gera í því, þú veist, og við fáum fyrst að sjá hvernig það verið að reyna að stjórna ástinni, þú veist, það verið að reyna að neyða fólk bara til að gera það sem ég vil, þú veist, og bara, þú gerir bara þetta, þú veist, og það fer allt í vaskinn, þannig að hann í rauninni sýnir, ef þið reynið að þú veist, þröngva fólki til að elska eða hlýða eða eitthvað, þá mun það ekki ganga. Love and control, það ekki að virka. Mjög mikið í samfélaginu það bara þessi stjórnun, allan minni kynslu að þú veist vilja stjórna öllum örlögum, vilja stjórna öllu, þú veist, maður opnar TikTok og það bara hanna þitt líf. Já, og bara how to seduce someone, þú veist, það bækur hvernig þú áttar að ná fólk til að elska þig, eða þú veist, ég þekki stelpur sem sko með norna ritual heima hjá sér til að fá ykkur til að elska sér tilbaka. Þú veist, þetta alveg, þú veist, maður vill svo mikið stjórna og en ég held að maður fatti ekki fyrir maður lætur af stjórnunni í ykkur svona æðruleysi að þá fara hlutinir einhvern veginn að gerast, maður þarf einhvern veginn að treysta örlögunum sko og þetta svona alvöru stúdía á ástinni. Það tekin eiginlega öll dæmi manna. Það að koma út bók sem lærdómsritunum allt ástina eftir Bell Hooks, þar sem hún reynir að greina ástina bara, hvernig birtingamyndin og hvernig hún mótar okkur og hvernig við reynum að móta hana. Suminni þetta verk þannig sko. Það eiginlega tekin eiginlega flest dæmi af ást. Já, þú veist, hvað ef þú elskar einhvern hann elskar þig ekki tilbaka eða hvað, þú veist, hvað ef þið hafið verið góð en eru ekki góð lengur. Ást sem eitthvað bara eins og ölvunarstig sem var í stuttan tíma sem bara rennur af asnanum. Já, það mjög skemmtilegt. Það mjög skemmtilegt. Þannig að ég svona sem leikstjóri hugsaði, ok, við byrjum á staðnum þar sem við verðum að reyna að stjórna ástinni. Svo förum við út í skóginn þar sem að það verður meira spurning val, að fólk fyrir að reyna að hugsa hvað vil ég og hvað vel ég. Og svo endum við á einhverjum stað þar sem að ástin snýst tengingu, að það sé alvöru tenging. Þannig að það svona boginn sem að ég var að fylgja í leikstjórninni og var svona að reyna bara að elta Shakespeare með þetta. Og kemur ágjörlega fram. Það sem ég finnst svona mest spennandi sem leikhússtjóri eða listrænan stjórnandi í Tjarnarbíó þetta náttúrulega skemmtileg saga en það svo mörg bitastæð hlutverk í þessu og það svo gaman að sjá svona stóran hóp þar sem eru svona margir leikarar með almennileg bitastæð hlutverk og svona tiltölulega, þú veist, óvenjulegt hjá Shakespeare þá frekar mikið svona kynjajafnvægi, mörg góð kvenhlutverk, mörg góð kallhlutverk og bara allir með einhvern veginn svona bitastæða línur til að vinna út og það sem ég finnst svo flott í þessari uppfærslu bara hvað þau hafa tekið hljóminn í orðunum og þýðinguna hjá Þórarni og virkilega sko fært hann upp á svona stigða sem að sko mann líður eins og maður skilji allt eins og maður sé bara hlusta á venjulegt samtal fólk sko það sem ég finnst alveg afrek út af fyrir sig. Sem oftast gagnrýnis orðin Shakespeare þegar maður heyrði ekki alveg setningarnar. Já. Akkurat, já. Þannig að þú kemur að þessu, ég ætla aðeins að fá að tala meira ástina eftir, en að þú kemur að þessu, svona margir á sviðinu, í litlu leikhúsi, það getur ekki gengið upp, sko. Nei, þetta stendur ekki undir sig, sko. Nei. Þetta bara þýttir að vera bara fyrir leikhússtjóran, þetta algjört klúður. Já, þetta líka bara, Tjarnarbíó svolítið þannig að við erum að skipta miðasölu tekjum með leikhópum sem koma hérna inn, sko. Þannig að þetta hús sem kannski henda best fyrir verk með einleik eða með tveimurleikurum eða hvernig sem það nú sko en auðvitað erum við með smá rekstrarstyrk líka sko með okkur þannig að þetta ekki alveg svo
hrikalegt endilega. En það hlýtur samt að vera flókið að setja þetta upp, af því að hvað eru margir leikarar á sviðinu? Þetta eru 12 leikarar á sviðinu sem bara mjög mikið, sko, maður mjög vanlega að sjá kannski bara 4-5. Ja, fólk ekkert mikið að gera þetta, sko. Fólk einmitt að setja upp einleiki. Ekki einu svona stóru leikhúsin. Og ég meina, þetta er náttúrulega ekki hægt nefn að væri ekki fyrir alla þessar 12 listamenn sem að, þú veist, gefa hluta vinnu sinni og leggja sér alla sinni ástyrju fram í þetta. Þú veist, það er kannski svona megin hluturinn við þetta verk, þú veist, þessa uppsetningu er hjartað hjá hverjum á einum, en þetta myndir algjör brjálæði. Þú veist, það er mjög erfitt að skipuleggja þetta, en þetta hafðist og ég held að það sé búið að vera bara eitthvað svona blessun yfir þessu ferli og allir bara mynd leggja sig allan fram, sko. En ekkert kannski sem að maður leggur af stað með að maður veit hvað maður er að fara að gera. Sko, ég meina, ég er náttúrulega Stundu sagt á svona verkefni, sko. Já, það gerir þetta enginn að vita hvað þetta er. Ég og Sigríður alltaf, bekkristi mín fyrir handi og erum að gera þetta saman, framleiða þetta saman. Við náttúrulega, já, erum að framleiða þetta og útskrifumst í vor, þetta er fyrst sem við gerum. Og ég hugsaði svona eftir ég hugsaði, þú veist, minna, ef maður vissi betur, þá myndum við náttúrulega ekki fara út í þetta. En mér var svo gaman að vita bara ekki betur og þá bara gekk þetta einhvern veginn upp af því að við ætluðum okkur að gera það. En ég meina, ef við hefum spurt einhvern sem væri með kannski margra ára reynslu, það er þetta mun aldrei ganga. En ég meina, þetta gekk, þannig að... Það gekk og gengur vel og það er eitt sem er ábærið með þessu sýningu að hafa þetta svo gaman að þessu. Já, bæði. Það er svolítið skemmtilegt á sviðinu, sko. Já. Og það á það að vera þannig alltaf, en það bara er ekki alltaf þannig. En stundum er bara, allir gera sitt bara, og stundum eru allir bara í einhverju stuði, en þannig er bara eins og allir séu bara alveg í súper gaman að vera saman að gera þetta verk. Og leikliðin er svo smitandi. Maður finnur alltaf sem áhorfandi ef að það er hjarta sem slær í sýningunni og leikliði, að þá er það rosalega smitandi, sko. Hvað veldur því leikstjóri? Sko í fyrsta lagi er ég náttúrulega með algjörlega frábæran hóp, sko 12 ungi leikarar, þau eru sko bilinu 20-30, þú veist, bara þau eru þarna rétt, þú veist, in their 20s and 30s og þar af 6 leikarar sem eru nýútskrifaðir eða eru bara hafa aldrei stigið á svið, atvinnuleiksvið áður, þannig að þetta er bara ungt fólk með ferska menntun og mikla ástríðu og þau, eins og Kristín sagði, þeirra framlag til framleiðslunar er þeirra eigin vinna, þannig að þau eru í rauninni eigendur sýningarinnar, en ég vann með þeim með aðferð sem ég lærði í tilraunarleikhúsdeild New York Háskóla, þar sem ég lærði, þar sem ég er að nota Grotowski, sem að umbylti leikhúsinu á sínum tíma, pólskur leikhúsmaður, og gerði mikla tilraunir. Og ég var svo heppin að ná bara rétt í endan á þeirri bylgju og hitti hann sjálfan og vann með honum sjálfum meðal annars og kennurum sem hefur unnið með honum og þessi tækni, hún er mjög átakamikil, þú veist, það tekur mikið á líkamlega og andlega, en hún fer með leikarana mjög djúpt og hún býr til sterkan hóp og hún býr til svona einhverja sprengiorku sem að skila sér í sýningunni og sem annarkot virkar eða ekki. Já, ég hef aldrei séð hann ekki virka. Ég er að kenna þetta upp í LHÍ núna einu svona ári. Það lítur að vera þannig að maður tekur áhættu og fer eitthvað svona, getur þetta sprungið í höndunum á manni? Já, þú veist, en aðalmálið við þessa tækni er að þau fara svolítið út úr haustnum á sér og hugmyndunum hvernig það á að vera og hvernig það á að hljóma og fara meira bara inn í líkamann og tilfinningun og ímyndunaflið og þaðan kemur þetta. Og svo grípur Shakespeare þau með þennan frábæra texta og þetta bara svona verður bara mjög gott hjónaband þarna. Þannig við vorum svolítið þjálfur sem sko hópur, leikhópur, hún kallar okkur company. Company, einhvern svona sem heitir við. og það er svo mikilvægt að þetta er náttúrulega hópíþrótt, eða þú veist, leikhúsið, maður er ekki bara einn. Þú veist, þetta rís og fellur með því að við séum heild og við séum að grípa hvort annað. Þú veist, mér finnst það líka að vera munurinn allar, maður verið í sýningum sem er bara rosalega einstaklingsbundin og það er eitthvað sem vantar. Þannig að mér fannst alltaf mikill munur að við vorum þjálfuð sem hópur, að þá erum við svolítið svona góð heild, sko. Já. Ég held að það komið bara mjög vel fram og hafi verið sem að áhorfendur tóku þetta var að sjá eitthvað svona sem að er ekki alveg hversdagslegt, sko. Nei, þetta er þetta en gamla góða ensemble hérna, hvernig býr maður til ensemble? Það var gaman að vera í þessari sýningu. Já, alveg Já, alveg bara eitt af skemmtilegasta sem ég hef gert, sko. Sammála. Það er bara þannig. Og einmitt, ég vissi alveg svolítið út í hvað ég var að fara. Eða þú veit, ég vissi alveg að þetta yrði strempið en líka bara ótrúlega skemmtilegt. Og sérstaklega
að nota Grotowski með Maríu og bara við mætum öll saman, gerum allt saman, Hitum upp saman. hitum upp og mjög notum líkama og rödd og þetta smá líka eins og vera aftur komin í leikarabekk eða þannig nefnum bara við erum bara við erum öll kennarar að fýta hvort annað einhvern veginn á hverju æfingu og hverju sýningu eins og ekki kannski vera því að maður er kannski aldrei útskrifaður. Nei, nákvæmlega. Já, og ég sakna þér alltaf þegar ég hef verið langt á milli sýninga þá byrjar maður að sakna hinna sko. Sammála og ég held nefnilega að mér finnst þetta næstu betra en að vera í leikarabekk af því við pössum svo fullkomlega saman öll saman og ég var að tala við Eyju daginn sem er aðstoðarleikstjóri og við vorum bara tvær saman bara hvað er það? Hvað er í gangi hérna? Bara af hverju er þetta svona gaman? Af hverju er maður bara alltaf spenntur fyrir að hitta alla og svo er ég ekki núna eins og ég var ekki búin að hitta ykkur síðan á föstudaginn og ég var bara stelpur, ég er að sakna ykkar. Hvað ert þú búin að gera allan vikunni í dag? En ég og Eyja vorum að ræða það þetta er líka oft heppni að bara allt í einu þetta ensemble sem kemur saman bara við einhvern veginn, þetta eru bara öll púslin og þetta passar og það einhvern veginn er með þennan hóp. Ég var nú að reyna að bjóða Maríu upp á þetta, stundum smellita en stundum ekki, en hún var eiginlega hafnaði að segja bara ef maður gerir það bara rétt og smellir það bara alltaf. Ég meina það er nokkuð hlutur, þetta er þú veist tæknin og þetta er þú veist hvað fólk er þetta og hvar, þú veist, já, þetta er samspil af mörgum hlutum, en mér finnst allan að þetta búið að vera svo mikil gæfa að vinna í þessu verkefni og að það er eitthvað svona, einhverju töfra sem liggja yfir þessu og ég er búin að finna það allan tíman. Þú veist, þetta er bara búið að ganga upp, þú veist, og öll vandamál þau bara einhvern veginn leysast og ég einhvern veginn, það er magna því ég hafði einhvern veginn ekkert miklar áhyggjur. Nei. Og ég held einmitt að töfrarnir sé ástríðan af því að það eru allir að koma með ástríðuna. Bara, þú veist, við erum ekki, þetta er bara passion project, þannig að allir eru bara einhvern veginn með þessa orku, það vilja allir gera vel og það vilja allir vinna saman og það er enginn bara eitthvað svona, ég þarf að fara í vinnuna á eftir. Við erum bara að fara að koma og leika okkur. Það er svo gaman. Og þetta er ekki bara þið upp á sviði sem að finna þetta fer út til áhorfenda, margir sagt að þetta sé skemmtilegasta sýninga á gamanleik Shakespeare sem þið séð. Fólk sem er vant í leikhúsi. Ég fór með mann sem að, ég tek alltaf með mér svona gesti fyrir í leikhúsið til þess að svona geta spjallað eftir á. Tók svona mann sem er ekkert svona mikið í leikhúsi. Hann var algjörlega hugfókin. Hann ætlaði að fara með bara, hann var að spyrja hvernig verður næstu sýningar því hann ætlaði að taka alla dætur sína með. Já, nákvæmlega. Ég meina, og mér líka ungt fólk, ég var eina vinkonu sem er, þú veist, kom og sagði, heyrðu, ég skildi helminginn en hló allan tíman. Þú veist, og þetta er svolítið svona, meina, að, þú veist, og líka bara með þetta, þetta er ekki bara texti, en líka, þú veist, hvernig sviðshefingarnir eru, þú veist, þetta skilast hún til áhorfenda. Og þannig fólk hvort þessi elski Shakespeare, hafi séð Shakespeare margoft eða bara aldrei stigið í fætin leikhús, að það er mjög gaman að sjá að það er allur skalinn sem labbar út með einhvern veginn. Það er líka verið að vísa í svona leik, þetta er ekki leikið eins og var gert fyrir 400 árum eða hvernig þetta var. Nei. Það er verið að vísa í ýmiss konar tegundir af gamanleik sem við þekkjum. Það er verið að vísa í líklega Buster Keaton og það verið að vísa í hitt og þetta sko. Þannig að þetta er við erum á kunnulugum slóðum. Algjörlega. Og það er svolítið sérstakt sko, ég beðin að leikstýra þessu, þú veist, venjulega er það leikstjórinn sem er búin að vera að ganga með í maganum hugmynd að setja upp eitthvað, en ég beðin að leikstýra svo grípi þetta bara svona svolítið á hlaupum og ekki nóg með það heldur beðin að leikstýra þessu fyrir 0 krónur og allir sem að koma að þessu sko fá það bara strax uppgefið, það eru 0 krónur fyrir æfingar og en svo mun ágóða miðasölu skiptast á milli og það verður eitthvað sérstakt til þegar fólk ákveður að gera þetta svona og ég er ekki ein í leikstjórateyminu, hann er með mér hann Magnús Thorlacius sem var með okkur í nokkra vikur áður en hann fór erlendis í nám. Þú veist, og struktúrin mjög flatur, þú veist, það er ekki einhver sem að segir ég er búin að hugsa þetta mjög lengi og ég vil þetta sé svona og svona, heldur þetta er, þú veist, ungar konur sem stingu upp á þessu, fá fullt af ungu fólki með sér, Snæbjörn í tegnu ofana fyrir þér að sko detta í hug að segja já við þessu og faðma þetta verkefni svona vel og svo kemur hún, þegar Magnús Thorlacius hverfur til London að læra meira, að þá kemur Eyja, Sigríður, hérna, heitum við Sigríður? Eyja sem aðstofleikstjóri og nýkominn bara með mastersgráðu í hérna leikhúsfræðum, þú veist, þannig að þetta verður svo
þú veist, og svo kemur Ásta Hafþórs, það mikið af ungu fólki og nýju fólki. Íris Ólafsdóttir með búningana. Íris Ólafs, nýútskriður úr LHÍ með búningana. Það er mjög skemmtilegir. Saumar þá úr gefins gardínuefni, skiljið. Það er eins og allir síður bara einhverja Marensþettur hana. Já, þú veist, það var bara brunótsulega einhverju gardínubúð og við fengum bara einhverja stranga og úr því verða til búningarnir. Sóley Ólafsdóttir, hún gerir nýútskrifuð, hún gerir sviðshreyfingar. Þannig að það er líka verið að treysta fólki, það er verið að treysta ungum leikurum fyrir stórum hlutverkum, það er verið að treysta ungum listrænum stjórnendum fyrir miklu og Fjölnir Gísla gerir gerir ljósin. Ronja með tónlistina. Og Ronja Jóhans með tónlistina. En svo kemur Ásta Hafþórs sem er með áratuga reynslu að gera gervi og við höfum oft unnið saman og hún skrifaði mér bara og sagði, ég ekki vera með í þessu og ég væri löngu búin að hringja í þig ef ég geti boðið þér laun og hún sagði, ég kem samt og hún setur svona eins og kirsubyrðið ofan á toppina kirsubyrðið ofan á ísinn með gerfunum sem þau eru með sem eru algjörlega mögnuð Meistaraverk. Alveg magnað. Þannig að þetta er mikið samsköpunarverkefni þar sem allar hugmyndir voru boðnar velkomnar og hópurinn fann að þau voru ekki að býja til skipunum, heldur það bara þau sem voru komið tilboð. Þannig að það er kannski svolítið svona lykillinn líka orkunni á baku þetta. Já, mér finnst þetta æðislegt og það sem þú segir með þegar fólki er treyst fyrir einhverjum hlutum, það getur ýmislegt gerst, bara stórkostlegir hlutir. Akkurat. Þegar bara það er gefið treystið til þess að gera hluti. Það er aðeins ástina. Það er svona stúdí á ástinni, fólk með ýmsa stöðu, löng sambönd og óendurgoldin ást og ást í meinum og guðmátt okkar ekki. Og sem er svona rannsókn á mannsálinni. Og sjálfum sér ámar ekkert að vera hissa á því að Shakespeare getur þetta því að hann samdi nútíma mannin, þannig að okkur líður bara eins og Shakespeare hafði búið okkur til og það er einhver litið þarna. En síðan er svona umgjörð fyrir ástina og það er ást sem má ekki, þess að þetta er hafnað. Og þá veldur maður kannski fyrir hvað er þannig í dag sem að einhverjir elskast en fá ekki elskast? Fá ekki allir elskast bara, eða hvað? Ég meina, það er líka við þessu ástin í samfélaginu. Já, það er rosalegt bakslag. Samfélagi ber ekki ástina, vill hann ekki. Það er kannski að því hún er kaotísk. Já. En það er mikið bakslag náttúrulega í því hver fær að elska hvern. Þú veist, ef við erum að tala þú veist, kynsegin fólk sem að allt í einu má þetta ekki og það er fólki með alls konar skoðanir og hver má elska hvern og þú veist, þannig að það hefur ekkert breyst. Og það kannski, ég meina, fólk kannski, það er ekki engin lög núna en auðvitað er líka alltaf álit og það er kannski svona parturinn sem er meira núna viðandi er það, þú veist, þú máta með lögum en hvað finnst fólki það og fólki hefur oft mikið skoðanir í því hvernig annað fólk hægt að lifa lífinu og sumstaðar er verið að setja lög og hafa verið alltaf sett lög hver má elska hvern og þú veist, þannig hann er aðeins að fást við það en líka þetta bara innra með okkur sjálfum þannig að sem hann er náttúrulega bestur í að því að sem er svindl eins og ég var að benda hann bjó til eiginlega hvernig okkur líður en líka með eins og þú veist, Hermía má ekki velja hvernig hún elskar þannig að það er kannski líka spurningin með þú veist, þetta hvort að konur megi velja örlög sín, megi þær velja hvað gerist í lífið þeirra þú veist, hvað er að gera við líkamann sinn skilur, þannig að það er líka kannski hinn það sem ég ætla að spyrja, er það ríkjandi núna að þú mátt ekki elska alveg hvern sem er það getur verið alls konar, það getur verið að það sé ekki almennt viðurkennt að það getur á milli kynja eða uppruna eða litarafti eða svo náttúrulega ægivald svona tengdamæðranna sem að vilja nú helst ekki þetta koma með þennan heim. Já. Það er mikið verið að reyna að stjórna fólki. Já. Svona Björn, ég sé hvað þetta að gera. Þetta er svona kannski pínu út sko, en það er mér fannst svolítið skemmtilegt að sjá sko, hvernig tveir gagnrýnendur sáu verkið mjög ólíkt sko. Því að Silja Aðalsteinsdóttir skrifa sko, velur fyrirsögnina Feðraveldið fær á baukinn sko, og þá er svona, sér hún verkið þannig að eða þessa sýningu sem að hún sé bara mjög gagnrýnin á Feðraveldið 400 ára feminismi. Já. Og það er það augljóslega mjög mörgu leyti skilur ég minna, þú átt ekki að hafa samúð með manninum sem er að reyna að stýra því hverjum dóttir hann skiptist. Það er ekki þar sem maður sér það alveg á textunum. En
En hins vegar svo kemur annar gagnrýnandi sem af annarri kynslóð og hann Katla sem skrifa fyrir Víðsjá og henni finnst ekki nóg langt gengið, það ekki nóg skýrt þessi fordæming á feðraveldinu sko. Og það að missur leyti eitthvað sem við erum alltaf að hugsa sko. Ég ekki bara hvort við sem að hugsa mikið ástina, mér finnst það svo samfélagsumræði dags í voðalega upptekin af stöðu kynjana og þú veist, það þetta bakslag í kvenréttindum víða heim en það bara, mér finnst eins og mjög mikið bara af efni fyrir karlmennin á samfélagsmiðlum og svona sem bara mjög upptekið af status karlmanna og bara kannski líka að það efni sem kemur inn á algoritman hjá konum, þetta svona hver status og staða kynjana í dag bara voða mikið í deglunni og líka í þessu verki. Já, nefnt. Við höfum stundum verið að tala ástina og þá höfum maður verið að segja kannski ættum við að gera bara miklu meira af því því að þú ert að lýsa kannski einhver svona strúktúr í samfélaginu og menn eru að reyna en ástin kannski svolítið svona öðruvísi kannski svona það nefnilega málið að hemja hann einhvern veginn og spurning kannski ég gera við henni bara oflítið rými þetta mér bara að tala miklu meira hana Já, og kannski bara það sem Kristín var að nefna áðan, þetta með að fara í auðmýktina og gefast upp. Þú veist, það verið að reyna að búið til app og þú bara svæpar left eða svæpar right og þú bara reynir að stýra, þú bara setir inn preferensa. Þú vil þetta og ekki þetta. Já, ég sá bíómyndi í gær að fyrradag sem hét Materialist og þar var kona sem vinnur hjá svona stefnumóta agency og það bara búið að búa til lista og konur eða menn mæta bara með listan ég vil að hann sé þetta hár og þéni þetta mikið og svo sé hann svona og svo sé hann með djúpa rödd og svo þetta þú veist og svo þú veist þegar upp í staði þegar við erum búin að fara í gegnum myndina þá bara kemur bara í ljós að þú veist það ekki hægt að mæta með svona pöntunlista út í búð af því það ekki þetta er ekki vara þetta er ekki áþreifanlegt þú nærði ekki í þetta sko. Og Shakespeare svolítið að stríða okkur með þetta þannig að segja þið getið reynt að stjórna þessu þið munið ekki geta stjórna þessu og þið getið reynt þegar þið eru búin að finna ástina að reyna að loka hann inni það ekki heldur hægt þú veist, þannig að þið verðið aðeins bara þið verðið að fara með þetta á annan stað Svo getur líka bara orðið ástfangin að algjörum astna Já. Hverju hefur ekki lent í því? Ég hef lent í því Hvort viljið þið verða ástfanginar af ástina eða lifa á ástar? En ég meina sko en ég veit sko ég finnst líka svo ást í mörgum gerðum hvað var það líka sko þú veist það ekki bara rómantísk ást það líka eins og samverkunu vinkonur þú veist það ást milli vina það ást milli foreldra það skilmist ástin vera svo margt af því sem við erum þú veist og það ekki alltaf bara með rómantísk ást það ekki ástin þarna að fara á milli vina þarna í þessu ekki? Jú. Hún þarna í hlutverki sem hún oft í að hún getur spillt algjörlega hún er kannski ekki sterkast en hún er svona fyrirferðarmest í kærleikurinn getur og ég held líka mitt, þú veist, ég veit ekki ást er breytileg, þú veist hún er einhvern veginn svo lifandi efni, þú veist, mér finnst kannski erfitt að hún kannski hverfur aldrei en hún breytist og ég veit ekki, mér finnst ástin vera mjög þroskast. Já. Það er mjög fallegt náttúrulega þessi umfjöllun vináttu samband vinkvennana, Helenu og Hermíu. Þú veist, þegar Helena lýsir því, þú veist, við erum búin að vera bara eins og, þú veist, bara ein manneskja, við erum búin að vera að sauma út í sömu pulluna, þú veist, hvað vináttan er líka dýrmætt og Það reynir ástin á þá vináttu. Já. Algjörlega. Afbrýðsemi, samanburður, þetta er allt mikið eitur. Svona slita á vinasamböndum finnst mér hafa verið miklu erfiðari heldur en oft kannski á samböndum öðrum sko. Ég veit mikið fólki tala um það, bara að missa vini eða vinkonu, það er bara mjög mikið harmur líka sko. Já. Þannig hann er að fjalla um alls konar sambönd og svo tekur hann þetta leikritinn í leikritinu. Þú veist, það er eins og Snæbjörn sagði, það er oft leikritinn í leikritinu hjá Shakespeare. En akkurat í þessu verki þá finnst mér að fara mjög nálægt sjálfum sér. Leikstjórinn er með verk eftir sjálfan sig. Alveg eins og Shakespeare var með verk eftir sjálfan sig og er að fara að leikstýra því. Og hann tekur bara
bara hvernig það? Hvernig að vera leikstjóri með verkefni sjálfnaði? Hvernig líður þér? Og hann fer bara mjög nálagt þó við séum að hlæja að leikstjóranum, að þá þetta samt aldrei einlægt, hvað hann stressaður yfir því, þú veist, og svo fer hann að hafa áhyggjur af því, þú veist, og birtir svolítið svona okkar raunveruleika sem leikhúsfólks, hvað munu áhorfandur halda? Eigum við kannski að hafa minna af þessu og meira af þessu? Eða, þú veist, og það verið að reyna að krakka formúluna, hvað mun verða til þess að fólki muni líka við okkur og svo megum við ekki vera hræðileg því þá verða þau hrædd og þá munu þau hengja okkur og svo megum við alvarlegra þarna heldur en í dag þú veist og hérna þú veist þannig fólk er hengt í svona óeiginlegri merkingu það er þetta hengja fólk jú, það er rétt þannig hann að gera grína svona, ekki gera grína, hann bara svona að líta í eigin barm hvernig að vera leikhúsmanneskja og hvernig þetta að reyna að þóknast áhorfendum og svo hann líka að gera grín að okkur sjálfum innan borðs í leikhúsinu. Þú veist, ef ég með einhvern stóran leikara sem að byrjar að vera rosalega fyrirferðarmikill, þá get ég ekki alveg skammaði neitt rosalega mikið því þá get ég mist hann og þá vantar mig aðleikara og þú veist, þannig þetta svona þannig hann gerir mjög mikið hann horfir svona inn á við með leikhúsið og svo endar hann alltaf á að láta búka standa fyrir framann hérna áhorfandur og segja ef ykkur fannst þetta gaman, þá skulle ég klappa ef ykkur fannst þetta leiðilegt, ekki skrifum það í blöðin við skulum endurgæða miðan, bara ekki drepa okkur þannig að hún búki í rauninni bannar gaggrínendum að vera og kallar það ekki vera með nýðingstönn þannig að það er svolítið erfitt fyrir gaggrínend að labba út eftir þessa bón og ætla að fara að skrifa eitthvað mjög ljótt Það flestir sem að stíga kannski við það Já ef að þeir hafa nýðingstönn þá gera þeir það Já en hann lætur allavega búka hann nýtir búka í að biðjast að væðar í restina mér finnst það svolítið grótarlega nýtir töfra búka Herðu, en hérna þetta í Tjarnarbíói 4 sýningar eftir og það bara, mér veist fólk mætti vera dugleira að fara á sýningar þessar sýningur ótrúlega og sýningar í Tjarnarbíói og kannski bara svona ég nefna það svona bara svo fólk skilja alveg hvernig leikhús Tjarnarbíó er náttúrulega ástæða fyrir því að þegar fólk sér fólk stíðin á sviðjarni í Tjarnarbíó þá það fólk sem gerir það ástríðu og hefur mjög gaman að því að ég sem svona leikhússtjóri er ekki alvaldur ég hringi ekki í fólk og segi því að koma og gera þetta fólk kemur með hugmyndir til mín eins og Kristín kom með þetta tilboð til mín og mér finnst það ótrúlega spennandi hópur, spennandi verk en það fá allir bara 3 vikur inn á sviði og svo einhvern ákveðin sýningatíma og svo þetta bara búið og það bara stöður rótering þannig að við erum að taka inn núna í ári 40 verk sem koma inn á sviðið og þetta allt sjálfstæðir hópar og fólk sem ýmist með styrk eða borgar eitthvað með sér en það alltaf frumkvæði listamannana. Þannig ef að sýning spyrst vel út og það gerist oft hægt að þá eiginlega sýningarna búnar áður að Já, það gerist bara mjög oft Já. En með þessa sýningu verða örugglega alveg engar aukasýningar því að smala saman þessum hóp því sumir leikararnir eru náttúrulega komin hlutverk annar staðar og önnur verkefni og þannig að ég hvet fólk til þess að fara en maður velti fyrir sér þegar maður í Tjarnarbíói það eins og sé ykkur tregða að maður horfir í kringu svo að segja þetta ætti að vera miklu fleiri og maður sér bara oft eru bestu sýningar ársins eru þarna Tjarnarbíói en samt eins og að fólk telja vera svona eðlilegra að fara bara í borgarleikhúsið eða þjóðleikhúsið Já, það náttúrulega fólk bara svo vant, þú veist, að kaupa sér áskort annarkvort í annarkvort stóra leikhúsuna og þú veist, það bara búið því og þá missur af kannski bestu sýningum ársins. Já, þetta grasrótin, þarna þú veist, spröðlið svolítið mikið. Kannski fólk rættu þetta sér svo argt í þarna þið drepi mann úr leiðindum eða þið fyrir að sækja mann upp á svið sem leikhúsgestir óttust mest af öllu það er eiginlega ekkert þátttökuleikhús í ár þannig að þú getur verið alveg allir eru gýr í sætunum sinum ég hugsa það kannski ástæðan sé þetta er náttúrulega tölvöld
yngri hópur. Það getur verið skemmtilegur sýningum út af því að það er til dæmis mjög skemmtilegur hláturinn í þessari sýningu sem er ekki á annari kortaðsölunni í Þjóðleikhúsinu það er þingri salur. Já, ég meina áhorfendur hérna eru alveg meðalaldurinn er allan áratug fyrir neðan hinn leikhúsin sko. En ég hugsa sko ástæðan fyrir því að sko að svo getur verið mjög svona síbreytilegi Tjarnarbíó þetta eru mismunandi hópar, þeir eru með mismikið budget í markaðssetningu og svo þetta bara þetta oft bara mjög ungir og upprennandi listamenn, þannig að þetta er stökkpallur líka sko og útungunarstöð, nýsköpunarmiðstöð í sviðslistum. Nýsköpunarmiðstöð, það er geggja að segja það. Og vantar meira svoleiðis pláss. En ég held að fólk miskilja oft sko haldi að því að þessi sýningur spurst vel út og hún fengi frábæra dóma og öllum finnst gaman sem koma að þá halda hún muni halda áfram í 1-2 ár bara eins og Bubbi. En munurinn á Tjarnarbíó og stóru leikhúsunum er að við erum bara með október, nóvember. That's it. Og þetta hefur gerst að sýningar á Tjarnarbíó farið sinni yfir í stærri leikhúsin en það má vona, það var gaman að sjá okkur í Þjóðleikhúsinu líka. Og við erum mjög opin fyrir því að hafa eitthvað framhaldslíf af verkinu en þá þarf maður líka svo Tjarnarbíó svo duglegt í að einhvern veginn taka sénsinn að þá langar mann líka ofta að stofnuleikhúsin taki líka sénsinn á upprennandi listamönnum og ungu listafólki og gefi þeim líka alveg rými til að fá að notið salur að sína fyrir aðra líka. Það er nú einhverja sýningar sem hafa verið í Tjarnarbíó sem eru er ekki fótboltasýningir ennþá í Borgarleikhúsinu? Jú, Ífgenía, er hún ekki komin yfir? Ífgenía komin yfir í Borgarleikhúsinu, og Sund er í Þjóðleikhúsinu. Þannig að það er svona eitt og annað verk sem að heldur áfram inn í hinum leikhúsunum. Við séum að fólk er ekki að taka sens á því að þið endið þar, heldur verður fólk að fara í Tjarnarbíó. Það eru 4 sýningar eftir, þið getið farið inn á tjarnarbíó.is og fundið sýningu. Tix. Já, og sem fyrst því að þið getur lent í sama og sessunötu minn sem við vildum fara aftur. Nákvæmlega. Þið getur farið 2 sinni helgina, báða daga. Dag eftir dag. Það var nú eitt sem kom 2 sinnum eina helgi. Já, Sveinn Haraldsson sem var gagnrýnandi mokkans í áratugi, hann bara fyrsta sem hann gerði þegar hann kom út á sýninguna, hann sagði ég ætla að fá með það aftur á sundaginn. Hann kom. Hann sagði þetta er bara skemmtilegasta Shakespeare-sýning sem ég séð. Hann að verið eins og Sveinn Haralds. Allir verið eins og Sveinn Haralds. Ég get vitnað það, þetta var einstaklega skemmtileg sýning og mikið upplifelse og ég er í alvöru hvernig fólk til þess að láta þetta ekki frá þessu fara eins og sagt er. En Rakel, Snæbjörn, Kristín, María og Heiðdís, takk fyrir að koma að ræða Jónsmessu nætur draum. Takk fyrir að fá okkur. Takk. En við ætlum að snúa okkur hér að einhverju allt öðru við rauðaborðið. Næsti kafli er eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.